Þá ætlum við að tala þessum kynfæri karla. Kynfæri karla að mestu utan á líkamanum sem að býr til ákveðin vandamál. Þetta getur verið fyrir og maður getur meitt sig. En af hverju til dæmis eistun utan á og pungurinn? Pungurinn er alltaf bara póki utan eistun. Ef það væri engin eistu, þá væri engin pungur. Stelpur eða konur eru með sambærilegan hlut, heita bara eggjastokkar á þeim og inn í kviðarholinu. Eru hérna langt inn í bara undir maganum. Eða bak við þarmana réttara sagt. Af hverju þetta ekki svona á strákum? Jú, það er vegna þess að það er á hlýtt inn í líkamanum. 37 gráðu hiti inn í líkamanum, eistun þurfa 35 gráður. Það er að segja sáðfrumurnar svo það virki sem best. Og þess vegna slakar pungurinn eistunum frá þegar okkur heitt og dregur þar að líkamanum þegar okkur kalt. Það til þess að komast frá hitanum eða sækja í hita eftir hvort meiri þörf á. Af hverju svona vont að fá spark í punginu? Jú, það eru eistun sem vont að fá spark í. Pungurinn sjálfur bara skinnpoki. Það einfaldlega til þess að við pössum þetta betur. Ef það væri ekkert vont að fá spark í pungin, myndu strákar passa eins vel? Nei, ekkert endilega. Í pungnum, eða í eistunum réttara sagt, eru allar frumur sem eiga eftir að verða sáðfrumum það sem eftir ævinar. Þannig að við verðum að fara vel með þetta. Þegar við förum illa með þetta, þá er ekkert víst að við getum átt börn þegar að karlmenn eru komnir á þann aldur og vilja fara eignast börn. Pungurinn sem sagt bara skinnpoki utanum eistun. Ofan á eistunum eru eistna lippur. Þar þroskast, eða klárast sáðfrumurnar að vera til og safna svolítið saman. Svo þegar karlmaður fær sáðlát, verður fyrir kynferðislegri örvun nógu lengi til þess að fá sáðlát, fá fullnægingu, þá sprautast út sáðvökvi. Það hluta til sáðfrumur. Vitið hvað eru margar? Pínu breytilegt reyndar. Það eru ekstra á bilinu 3 til 500 milljónir sáðfrumana í einu sáðfalli. Þetta fer hérna upp og ef við skoðum hérna inn í, þá fara sáðfrumunar úr eistunum og hérna upp í gegnum blöðruráskirtilinn. Utan á honum eru sáðblöðrur sem framleiða sáðvökva. Það megnið af gumsjunum sem kemur út. Minnsti hlutin í raun sáðfrumunar. En þetta verður til sáðvökvin sem kemur þessu og síðan út sáð, þvagrásina sem liggur hérna út. Þetta sáðrás hérna upp og svo þvagrás á leiðin út. Hér þvagblaðran, eins og við söfnum pissi og þetta fer út sömu leið. Tippið, það engin vöðvi í tippinu, það engin bein í tippinu, þetta bara svampur. Það vöðvi sem liggur hérna aðeins inni sem að strákar þeir finna, þeir geta aðeins hreyft en það ekki mikið. Og það þannig þegar karlmenn eða strákar verða fyrir kynferðislegri örvun, þá eykst blóðflæði í tippið, æðar út úr því lokast og þá fyllist blóði bara tippið af blóði og verður hart. Því að hvernig myndi karlmönnum ganga að hafa samfærir ef að tippið væri lint? Það ekkert auðvelt. Hinn möguleikinn væri þá að vera alltaf með stampínu, ekkert endilega þægilegt og í sjálfu sér fer það illa með tippið að vera alltaf með stampínu, en það væri ekkert endilega svo vandræðilegt ef að það væri bara alltaf þannig að allir karlmenn væri alltaf með stampínu. Þannig að svona virkar þetta í grunninn. Fremsti hlutin á tippinu heitir kongur. Hann næmasti hluti tippisins sem það sem karlmenn finna mest fyrir snertingu. Utanum kongin svo húð sem við kallum forhúð. Í sumum samfélögum hún skorin af bara þegar strákar eru litlir. Það fylgja því kostur og gallar, en ekkert stórmál í sjálfu sér. En strákar þurfa alltaf að passa að þrífa vel undir forhúðinni þegar þeir eru í sturtu, ekkert endilega nota sápið, bara vatn, en það þarf að skóla þetta vel.